ég að bíða til að Jóhanna komin inn eða? Ég get alveg beðið, sko. Á ég að byrja? Ég hef allan tíman í heiminum, sko. Alveg þangað til að Jesú kemur tilbaka. Þá hef ég ekki nóg mikið tíma. En núna hef ég fullan tíma. Mig langar að skoða nokkuð vers. Ég veit ekki alveg hvernig á að segja þetta. Þetta er svona, ég veit ekki hvort þið standi allavega í trúarlífinu. Það hefur gerst fyrir mig. Ég er búinn að trúa þér allt mitt líf. Og það hefur margoft komið til mér og sagt um mig, Guð er að fara að blessa þig. Guð er að fara að blessa þig. Ég er ekki að segja að það sé biblíulega rangt eða eitthvað svoleiðis, en það er búið að segja þetta óbóðslega mikið við mig, að Guð er að fara að gera eitthvað fyrir mig. Sem er, amen, já, ég tek því, en það sem mig langar kannski að skoða er, hvað hefur Guð núna gert fyrir okkur? Af því að það er, fólk meinar alveg vel með þessu, að segja að Guð er að fara að gera eitthvað fyrir, fólk meinar alveg vel með þessu, ég er ekki að segja það, en þetta gefur stundum falska eftirvæntingu. Og það er það sem ég finnst svolítið skrítið, sko. Þannig að það sem ég langar að skoða frekar er hvað við eigum núna í Guði. Þú eru miklu öruggari í trúarlífinu á því að vita hvað þú hefur og hvað þú ert að fara að fá einhvern mann í framtíðinni. Þetta eru bara tveir ólíkir hlutir, sko. Fyrirgefðu, ég gleymdi að minna á í smárkirkju, þá eru með smá reglur, ég gleymdi að minnast á það, að meðan það er Guðs orð, þá hlustum við og bara við gætum okkur á því. Við ætlum að hoppa í Efesusbréfið, 1. kafla. Og eins og þið vitið, Efesusbréfið er skrifað af Páli. Hann er þarna í fangelsi fyrir að gera eins og við erum að gera, fylgja Jesú Kristi. Þetta er skrifað cirka 60-62 eftir Krist, pluss mínus. Og hann dvaldi lengst í Efesus. Hann var lengst af í Efesus. Hvert sem hann fór, hann var lengst þar. Var alveg í 3,5 ár bara í kirkjunni í Efesus. Þetta er óbúslega gott bréf að dvelja þess á. Og svo bara þegar þið farið heima eftir endilega að lesi Efesusbréfið og skoðið þessa hluti sem ég er að leggja fyrir ykkur í dag, endilega. Hann segir svona í versi, Efesus 1:3. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins oss, Jesú Krist, sem Kristi Jesú hefur blessað oss með allri andlegri blessun heimsins. Spáðu í þessu. Hann er bara að segja hérna að Guð hefur blessað okkur með allri andlegri blessun heimsins. Það er ekkert í þessum heimi sem er andlegt sem Guð er ekki búinn að blessa þig með. Þú getur bara huggaðið við það. Og það er svo magna, við vorum bara í lofgjörð áðan. Þú sér það, þetta er mjög biblíulegt að vera í lofgjörð. Hann er að segja að við höfum að lofa Guð af því að hann hefur búinn að gera allt fyrir okkur. Og það er svo mikilvægt að vita að lofgjörð er ekki bara einhver hálftími, klukkutími á sunnudögum, heldur er lofgjörð bara eitthvað sem gerist út allt lífið þitt. Þess vegna segir hann í Rómverjabréfinu 12. kafla, því brýni ég ykkur vegna systkina Guðs bjóði fram við lifandi Guði þóknarlegri fórn. Það er sönn og rétt Guðsdýrkun að ykkar hendi. Það er mikilvægt að leggja sjálfan sig alltaf til hliðar og gefa Guði dýrðina. Og líka með allri andlegri blessun heimsins. Og í raun og veru er 1. kafli mjög mikið byggður á þessu orði að allri andlegri blessun heimsins er Guð búinn að gefa þér. Þú sér það í Efesus 1:13 og segir hann að þú hefur verið innsiglaður með heilugum anda. Veistu hvað þýðir að þú sért innsiglaður? Það þýðir að þú ert orðinn staðfestur Guði, eign Guði til dýrðar. Þetta er rosalega einfaldur boðskapur. Má ég hoppa í nokkuð versi viðbóta því ég hef smá tíma. Hann segir hérna að því að hann segir þessar blessanir líka. Þannig að við ætlum aðeins að skoða þau líka. Hann segir í versi 17, ég bið Guð Drottins vors, Jesú Krist, föður dýrðarinnar, að gefa ykkur anda speki og opinberunar, svo þið fáið þekktan. Ég bið hann að upplýsa sjón hjartans, svo þið sjáu hversu vonið sem hann kalla okkur til, hver ríkul og dýrleið arfleið hann ætlar okkur meðal hinna heilugu. Þetta er mjög einföld bæn hjá Páli. Hann er basically að segja að ég bið Guð heilagan anda að kenna ykkur, fá að opinbera ykkur. Af hverju? Þetta er vegna þess að þetta er mjög mikilvæg bæn hjá Páli, að því hann er að segja við verðum að fá meiri skilning. Við verðum að fá meiri skilning á því blessun sem Guð hefur gefið okkur. Það þýðir ekki að vera ruggandi til og frá eftir aðstæðum, heldur að fá skilning á því hvað Guð hefur gert fyrir okkur í gegnum Jesú Krist. Og í versi 18 er líka svipuð bæn en hann er að segja að ég bið hans að við fáum að upplýsa sjáum hver vonin er sem Guð hefur búinn að gera okkur fyrir Jesú Kristi. Það er von að eiga Jesú Krist sem frelsar sinn. Það er svo mikilvægt fyrir okkur að skilja. Það þýðir ekki bara að vera ruggandi til og frá eftir aðstæðum heldur og viti stöðinina gagnvart Guði. Það skiptir öllu máli. Hver er staðinn gagnvart Guði? Jesús segir það í Jóhannes 10:27, það eru 2 hendur sem halda í þína eigin hönd.
Hönd Guðs og hönd föðurins. 2 hendur. Þannig að þú ert staðfestur með honum. Það getur engin slitið frá höndin hans. Engin. Og Páll segir í Rómverjabréfinu 8:37, það hvorki hæð né dýpt né nokkuð annað. Það getur gert þig viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú. Þetta er svo einfalt. Vers 18 til 19-21. Nei, 20. Þetta svara spurningunni hvað blessanir eru og hvað kröftur hann verkar í okkur sem trúum. En þetta er sami áhrifamikli kröftu í mátturinn sem hann lét koma fram í Kristi hann vakti hann frá dauðum og lét setjast til hægri handar á himnum. Þetta er eina blessun sem Guð blessaði. Sami krafturinn hann reisti Jesú frá dauðum býr innan með þér og hann verkar í þér sem trúum. Þetta eru góða fréttir. Ég get ekki sagt annað. Ef þetta er ekki góða fréttir, þá veit ég ekki lengur hvað góða fréttin eru í Kristi. Ég ætla bara að segja það. Við stoppum hana. Við bara nú stoppuð. Þetta er komið gott. Takk Jesus fyrir náð þín og miskunn drottinn. Takk fyrir náð þín og drottinn minn sem er ný á hverjum degi drottinn minn. Náð þín nægir okkur og fullkomnast í veikleika drottinn minn. Ég þakka drottinn minn að sem 2 eða 3 eru samankomnir í þín nafni þar ert